Maciej Baginski flutti frá Póllandi með móður sinni til Sandgerðis þegar hann var 5 ára árið 2000. Eftir 1 ár í leikskóla var strákur farinn að sparka fótbolta með ungum Sandgerðispeyjum en nokkrum árum síðar fluttu þau mæðgin til Njarðvíkur. Þar réttu heimamenn honum körfubolta og sögðu að það væri íþróttin fyrir hávaxinn gaur. Síðan hefur hann leikið með öllum landsliðum Íslands. Hann hefur að undanförnu kynnt fyrir ungmennum í Reykjanesbæ með áherslu á að ná til grunnskólanemenda af erlendum uppruna, hvað það sé frábær leið að stunda íþróttir til að aðalagast samfélaginu á Íslandi. Við hittum Maciej í Ljónagrefjunni, körfuboltahöll Njarðvíkinga. Jæja Maciej, þú flytur til Sandgerðis ungur að árum. Hvernig stóð því að þið pólska fjölskyldan komu hingað til Íslands? Mamma fór út á undan mér. Hún ætlaði bara að vera í 1 ár og safna sér pening og hún er búin í námi í Póllandi og svona. Og bara einhvern veginn varð hún eftir og kom svo og sótti mig árið seinna og við fluttum hana saman til Sandgerðis. Og erum bara búin að vera hérna á Íslandi síðan. Og hvernig var Sandgerði fyrir 5-6 ára gaur? Það var bara þægilegt, mjög lítið og svona. Ég átti mjög erfitt með sumar hérna fyrst. Ég náttúrulega áttaði mig ekkert að það væri sól allan daginn og allan nóttina skilur. Ég einhver 6 ára guttan út á fótboltavelli til kl. 12 og mamma leit á mér og vissi ekkert sko. Ég náttúrulega hafði ekki tímaskið þarna og það var bara bjart úti, ég held að það væri dagur. Og varstu strax komin í fótbolta? Já, ég var bara settur í fótbolta held ég í 1. bekk. Mamma er íþróttakona og var í körfubolta á sínum tíma. Það var engin körfubolti þannig í Sandgerði. Svo ég hafði líka mjög mikið áhuga á fótbolta, var alltaf út á sparkvelli áður en ég byrjaði. Já, ég byrjaði svona í 1. bekk í fótbolta. Þannig að þú ert strax komin í íþróttir, ungur árum? Já, algjörlega. Það var svona mitt helsta áhugamál alveg frá því ég var pínulítill sko. En í dag eftir þekktur körfuboltamaður, hvernig stóð því að Karvan var fyrir valinu? Maður náttúrulega fluttið til Njarðvíkur held ég 2004 og Njarðvík var náttúrulega frábæra sögu í körfubolta. Ég var samt byrjaði ennþá bara í fótboltanum til að byrja með sko. Og Guðni Erlends var þá náttúrulega í fótboltalínu í Njarðvík og hann var að þjálfa hérna mínibolta í körfunni. Og hann eiginlega dró mig á æfingu bara. Og þar vaknaði ástríðan hérna. En hvernig stóð því að hann, fótboltagaurinn, dró þig í körfubolta? Var það eitthvað sem hann sá í þér í körfu? Ég veit ekki hvort það var eitthvað mikið en allan á hæðin. Ég var gríðarlega stór sem krakki. Ég hef vel ekkert stækkað síðan ég var krakki sko. Ég held að það var svona aðalatriði, það vantaði kannski stóran kallan. Menn horfa alltaf á það, þannig að hæðin er kostur í körfubolta. Já, algjörlega. Ég hefði viljað fá aðeins meira af henni samt. Já. Og hvað, hættir að vaxa bara? Þú ert ekkert mjög hár körfuboltamaður, svona hvað það var þar í dag? Nei, ég held að ég hafði náð bara 1,91 sem ég er í dag, bara 14-15 ára sko, og bara stoppa þar sko. En það er nú samt slatti. Já, ágætis hæð. Já. Og hvað, tóku við góð ár í Njarðvík hjá Pólverjunum unga? Já, heldur betur. Það voru ekki margir, bæði í Sandgerði og hérna í Njarðvík, voru ekki margir Pólverjar. Svo ég gæti ekkert svona tengt mig við eitthvað svona sem ég skilur kannaðist við sem talaði sama tungumál ég. Svo ég þurfti eiginlega bara dett inn í hópið með Íslendingunum, bæði í Sandgerði og hérna í Njarðvík. Þannig náði ég bara málinu miklu betur og miklu hraðar. Ég var reyndar komið með fullkomna íslensku þegar ég flutti í Njarðvík sko. Það svona hjálpaði mér eiginlega að aðlagast bara lífinu hérna sko. Maciej, hvað með svona þegar þú ert að alast upp í Sandgerði og svo í Njarðvík, hvernig gekk þér að eignast vini og svona, varstu fljótur að ná því í gegnum íþróttirnar? Eða bara í gegnum skóla? Bara bæði sko. Það voru í Sandgerði náttúrulega bara mjög lítill bekkur sem ég var í hérna og allir strákarnir þar voru held ég í fótbolta. Svo ég náttúrulega var með þeim þar í fótboltanum og með þeim í skólanum og það auðveldaði mér mjög mikið að bara kynnast þeim sko. Þótt að kannski ég var ekki alveg með fullkomlega íslensku þá hjálpuðu þeim mér líka sko. Það var ekki mikið gert grín af manni þarna allan til dæmis. Maður var svona nýr og fannst krökkunum skrítið á þessum tíma að tala ekki íslensku sko, almennilega. En þeir tóku mig mjög fljótlega í sátt og ég held að það var mjög mikið atriði að vera góður í fótbolta líka. Ég sá það að
það hjálpaði sko. Og svo í Njarðvík náttúrulega kynnist ég örugglega bara flestum af mínum bestu vinum í gegnum íþróttina. Voru það vinið þínir í dag? Já, algjörlega. Ég bara held tengst við flest alla sem við kynnst sko. Og svo hefur maður náttúrulega kynnst endalaust af fólki bara í hreyfingunni hérna út allt skilur. Bara alls staðar á landi og það er bara mjög gaman að breiða út þetta tengslanir. Hvenær varstu komið með svona, eins og við segjum, fullkomna íslensku? Hvað tók það þið mörg ár? Cirka? Ég man það ekki almennilega sko, en ég man bara, þegar ég var fluttur hingað í Njarðvík, þá var ég alveg búinn engar heim og svona fullkomið mál sko. Ég var settur held ég í nýbúafræðslu hérna og það var held ég ekki nema 2 vikur eða eitthvað sem ég var útskrifaðist úr því. Hvernig finnst þér málfræðin á Íslandanum? Þú náttúrulega þekkir ekkert annað. Mér var lítið. Ég var reyndar í pólskutímum í Sandgerði fyrstu 5-6 árin til þess að læra það. Mér fannst einhvern veginn málfræðin í Pólandi bara erfiðari líka. Þannig að það er verið að leggja áherslu á það að ungi Pólverjar sem koma hingað, þeir fái pólsku kennslu hérna þegar þeir mæta. Þeir telja það sé mikilvægt að þeir kunni góða pólsku leiður að læra íslensku. Það var allavega þegar ég flutti hingað sko. En það held ég bara undir foreldrarnum komið líka sko. En við vorum ekki það mörg sko. Við vorum held ég 5-6 manns hjá einu kennara í Sandgerði sem var pólsk og hún var að hjálpa okkur með þetta líka. Það var bara einhverjir 2 tímar á viku en ég bara nautist mjög mikið að vera hans líka. Núna er 4. hver íbúi á Suðurnesjum og Reykjanesbæ innflytjandi og það byrja 50 hver er Pólveri. Þannig það er gríðarlega mikið af Pólverum hérna. Já, ég held að Reykjanesbæ sé líka bara mjög góður staður til þess að flytja sko. Það er náttúrulega stórt Pólverja samfélag hérna sem gerir kannski auðveldara fyrir aðra að koma hingað líka. Það hefur að segja? Ég held það. Já. Samfélag Pólverja sem eru gríðarlega fjölmennir á Íslandi og sérstaklega á Suðurnesjum og samfélag Pólverja og Íslendinga, myndirðu segja að það væri gott í dag? Já, ég held það sko. Mér finnst bara að kannski Pólverjarnir eru svolítið óöruggir með sig ennþá hérna sko og þeir hópast oft saman bara í sitt svona eigið samfélag skilur. Það er náttúrulega allt til alls hérna með, held ég, pólskan veitingastað líka og pólska búðir og eitthvað svona. Og þeir mætti kannski gera aðeins meira í því að mingla við Íslendingana svona, finnst mér sko. Út af það hjálpa líka með tungumálið og bara aðalagast sko. Það þarf að vera rétt af fólki sko. Og það er það sem þú ert búinn að vera að gera núna, að halda kynningar fyrir ungmennin, það sem þú ert að segja að íþróttirnar hafi hjálpað þér í rauninni að svona aðlagast betur. Já, algjörlega. Það er bara eitt af aðalatriðunum sem íþróttirnar hafa gert fyrir mig allavega sem innflytjanda sko. Og ég myndi að halda það að íþróttafélagin á Suðurnesjum, þau myndi alveg vilja fá Pólverjana og innflytjendur til að koma í íþróttir því að það er efnilegt íþróttafólk þarna líka. Hvað þarf að gera til þess að fá ungmennin í þetta? Innflytjenda og ungmenni? Ég held að þau þurfi bara að leggja ennþá meira áherslu bara að draga alla inn í þetta og eins og var kynnt með hvatagreiðslur og frítt að prófa og svona, það er oft peninga kannski sem skipta máli líka. Að foreldrarnir hafa kannski ekki efni á því að setja börnin sín í íþróttir eða eitthvað svona, eða tíma því ekki kannski. Og svo eru oft fordómar kannski í öðru landi gagnvart íþróttum út af það er kannski öðruvísi gildi hjá íþróttum í Evrópu til dæmis. Hérna er þetta svona forvarnir skilur, þetta er forvarna gegn kannski drykkju og tóbaki og svona skilur. En í öðru löndum kannski dragast menn meira í það gegnum íþróttirnar og þetta ÖMFI hafi verið með einhverja rannsókn af því að þegar við talaðum hjá þeim þá tölum við það að það er einmitt svona misræmi milli Evrópu og Íslands að það er ekki eins mikið forvarnagildi í íþróttum í Evrópu, það er aðalega Austur-Evrópu. Nei, þú ert bara sæll og glaður hérna á Íslandi? Já, allan að hingað til sko. Já. Hvetur ungmennin til að, fólk svona svipa og þig eins og þú sem flytur til Íslands að fara í íþróttir, það hjálpar? Já, bara 100% sko. Með að við til dæmis hvað eru mikið af innflytjendum og útlendingum hérna á Íslandi þá sér maður ekkert rosalega mörg nöfn til dæmis í úrvalsdeildunum hérna skilur við, hvorki í körfubolta, handbolta eða fótbolta allavega ekki með við prósentur sem er á landinu sko. Og ég bara hvet alla að geta allir verið íþróttamaðurinn og skara fram úr hérna skilur við, maður veit aldrei fyrir maður prófar.